góðir, þetta eldhúsmeistarana og við erum stödd á Hauganesi. Við erum að fara í sviðaveislu. Ég ætla aðeins að vera með smá formála. Málið það að eldhúsmeistarana stendur fyrir afþreyingu, skemmtun og fróðleik. Þetta aldeilis fróðleikur. Við höfum farið vítt og breitt landið, við vorum í Fílaveislu í Vík í Mýrdal, við vorum í Þorrablóti í landsveitinni, við vorum með Bjarkalundi á Reykhólum, með villibráðaveislu og jóla og fleira. Og við vorum í skötuveislu á miðju sumri í garðinum. Og þegar ég frétti af sviðaveislu norður í landi, það væri nú gaman að fylgjast með því hvernig það gengur fyrir sig og það voru nú heimatökin því að ég hafði gert 2 þætti með honum Elvari í Hauganesi, saltfiskkónginum, og hann stendur fyrir sviðaveislu. Nú ætlum ég bara að spyrja hann svolítið um það. Er þetta ekki rétt allt saman? Þetta alveg allt saman hárrétt hjá þér. Já. Þú hefur staðið fyrir svona uppákomum og veitingahúsið, þú rekur ekta fisk sem er saltfiskverkun og svo ertu með Bakkalá veitingastað. Já, Bakkalá bar. Sem þú stofnaðir og núna erum við að taka þetta upp í á kosningadeginum 29. október. Já. Og þú opnaðir í vor, var það ekki? Jú, opnaði bara í apríl. Já. Og hvað er betra á kosningadegi en hafa svona þjóðlegt kvöld, hagaríkakvöld með sviðum og löppum. Já. Gerist ekki betra? Gerist ekki betra. Nei. Ég vildi aðeins byrja fyrst að því þú ert áhorfendur í hennan, þeir veit ekki kannski alveg hvar Hauganes og segjum frá Hauganes hvernig myndur skilgreina okkur best? Sko, Hauganes í Dalvíkurbyggð. Já. Þetta er svona 20 mínútur að keyra frá Akureyri, 10 mínútur frá Dalvík og beint á móti Grenivík. Já, hinum meginu, yfir Eyjafjörðinn. Að vestanverðu. Já, það er alltaf menn að koma inn í þáttinn og vita hvað þetta er. Já. Og svo hafa þeir kannski séð þáttinn þú varst með í ekta fisk. Það hafa allir séð hann. Það horfa allir á þáttinn. Þakka þér fyrir. Heyrðu, en síðan þú hefur fengið alveg glimrandi móttökur í sumar með veitingastæðin. Já, bara ljómandi góðar. Það var bara fín trafík þó að við varum ekkert búin að auglýsa neitt eiginlega. Og svo erum við búin að vera með svona þjóðleg kvöld eins og sígenfiskkvöld, saltfiskkvöld, kótilettukvöld og alltaf með einhverjum skemmtiatriðum. Það er alltaf einhver gamanmál, góður söngur. Þannig að fólk fær þarna í einum pakka bara skemmtikvöld með góðum mat, söng og gríni. Já, og þú ert rétt nýbyrjaður og þetta er rétt komið, þú ert rétt búin að taka úr lás og fólk veit orðið mikið að þessu. Og þú ert með þessi skemmtikvöld, þetta er annað, 3. skemmtikvöldið. Heyrðu, og þú sagði mér bara að þú... Fimmta. Heyrðu, og þú vísar bara frá. Já, bara í öll þessi kvöld hef ég orðið að vísa frá og það fyllist alltaf. Já. Þetta eru svona 100 mann sem komast inn en og þá spurði ég, hvað á ekki bara að fara að stækka? Nei, það er svo gaman að geta sagt að við séum alveg fullir, er það ekki? Jú, það er svolítið gaman að því sko, þó að maður náttúrulega vildi helst ná að taka alla inn. Já. En það verður nú að koma fram að ég er ekki einn í þessu, ég til dæmis er búin að vera með bræður mína 2 sem standa þarna bakvið. Já. Að hjálpa mér. Já. Þeir eru nú betri en engin. Nei. Og svo hafði ég svo gaman að þessu að við ætlum að sýna frá veislunni. Já, núna eru þið að hreinsa lappirnar og borða menn lappir, er einhver matur á þessu, er þetta ekki bara skinn? Er þetta mannamatur? Já, alveg virkilega gott sko og þú sér að þeir eru búin að sjóða þá blæs þetta út og það er ótrúlega mikil matur á hverju löpp sko en þessir hörðustu þurfa sjálfsagt 10-15 lappir sko en það eru við með vel á 700 lappir. Já. Og svið líka sko, það er 100 sviðakemmar. Og þið ætlaði að servera sviðin lappirnar heitar og nú er þetta miðjan dag og þær þurfa bara 3,5 tíma í suðu.
3,5 tíma, það bara það sem þarf. Já. Sviða lappir, maður sér þetta nú ekki. Ég man nú eftir þessu í eldgamla daga, ég hef ekki smakkað sviða lappir í 20 ára. Er þetta matur sem alveg að deyja út? Það orðið mjög lítið þetta sko, miklu minna en var. Þá voru margar sviða eða lappavislur á ári hérna í mörgum húsum sko. En núna þekkist þetta ekki mikið, en þess vegna erum við nú að reyna að Og var ekkert vandamál að fá þetta? Var þetta sérpantað fyrir ykkur eða þessu vanalega hent? Ég held að það sé nú mest að þessu hent sko, en þetta var svona græja sérstaklega fyrir okkur. Já, út af þessari veislu. Já. Þannig að þið ætlið að hafa heit svið og svo búið að sjóða köld svið. Köld svið, heitar lappir, rófustöppu og kartöflustöppu. Já. Við servurum svið og ég var að tala við kokkinu, ég ætla að tala við hann betur og eftir og hann taka smá viðtal við hann og þetta svolítið heimilislegt. Þetta bara sett á borðin, lappirnar verða settar á borðin, sviðahausarnir og stöppurnar. Þetta bara svona eins og í gamla daga, þetta ekki bara, þú veist, svona á borðið. Nei, þetta ekki hlaðborð, það bara serverað á borðin. Já. Fullt af þjónum sem að sjá þetta gangi hratt og vel fyrir sig. Og eitthvað drukki með svona til að hressa sig við? Alls konar. Alls konar? Já. Það bara tilheyrir í svona skemmtun? Já. Og síðan erum við með skemmtiatriði, þú fengi hagyrðinga. 4 hagyrðinga, bara sem eru með þeim bestu norðanlands. Já. Þeir ætla að vera þarna í sjálfsagt klukkutíma eitthvað. Og gengur þetta út á kveða mann í kútin og koma með fyrripart og seinnipart? Hvað gengur svona hagyrðingum kvöld út á? Já, þarna koma náttúrulega frampartar og afturpartar sko, sem passa vel með sviðunum. Já. Og svo bara fá þeir sko ákveðin efni til að semja og þeir semja vísur hvern annan og mætti segja mér að þú fengir eitthvað. Ég svo ekki alveg viss en ég ætla rétt að vona það, ég sé nógu frægur fyrir þá. Já, en þarna verður sko kokkur sem tekur móti fólki og þetta er svona óvænt atriði. Ég veit ekki hvernig hann verður sko. Þetta svolítið áhætta með hann. Við verðum með myndavélinu loftinu kvöld og sýnum svona frá þessu en við viljum bara hvetja ykkur að fylgjast vel með og þakka þér fyrir bili. Takk. Við erum komin hérna í eldhúsið og hittum kokkana maður og það búið að ganga frá og nú búið að elda sviðinn og það verið að sjóða sviðalappirnar maður og það verið að búa til rófustöppu, það búið að undirbúa, þetta svo margir, 100 manns, að það verið að undirbúa þetta alveg á fullu maður. Það eru 100 manns sem verið hérna og bara fullt af starfsfólki, heyrðu, sviðaveisla. Jöpp. Það bara þjóðlegt og flott. Já. Og þú sagði mér líka að það væri svo gaman að þið væri með svona uppákomur og það væri rosalega gaman að vera með svona eitthvað svona þjóðlegt og núna eru þið með svið og lappir. Já, það bara flott og það bara ekkert allir sem elda þetta kannski heima hjá sér og vilja fara út að borða og fá sér eitthvað svona. Og finnst þér góðar til dæmis svona lappir? Hefurðu borðað þetta oft? Já, ég borðað þetta sem krakki, ég hef ekki smakkað þetta í örugglega 20 ár en svið borðaði ég reglulega. En þú? Ég borða þetta mjög reglulega og lappir eru eitt af því besta sem ég fæ. Já, og borðarðu þetta þá yfir veturinn? Ertu ekki að plata mig? Nei, ég er ekki að plata þig, en ég borða þetta alltaf sjaldan. Það er orðið erfitt að fá þetta. Hvernig fær maður þetta? Er þetta bara þá sérpantað eða? Að láta sig, ég sá þetta í búð reyndar, en ef ég sé þetta, já, annars lagi. Já. Ef ég sé þetta, þá kaupi ég það. Það er svona út á landi, í sveitinni. Heyrðu, síðan er þetta svona heimilislegt hjá okkur. Já. Þið ætlið að bera þetta bara fram á borðin. Já. Það eru bara svið sem eru köld og svona heitar lappir og svo eru þið með rófustöppu og kartöflumús. Já, þetta er svona eldað bara eftir hjartanu. Já. Passlega mikið af sykri og salti. Og salti. Og setur þessu smjör í hana líka.
Ég gerði það ekki núna. Nei. Ég gerði það stundum. Það er bara svona, já. Og þú passar upp á þetta sjálft rétt hjá? Já, smakka Hún þetta er til nákvæmlega og svona segja henni hvað mér finnst vanta. Ég hlusta ekki alltaf á hana. Þið eru svona kokkafélagar og spyrður á það, er ekki endilega að þú farir eftir henni? Nei, eiginlega aldrei. Hlustum yfirleitt ekki okkur að það. En það er bráðnauðsynlegt að hafa svona hjálp. Já. Heyrðu, nú er það kartöflumúsin. Það er hægt að laga kartöflumús og svo margan hátt. Já. Og ég er búinn að smakka hana hjá okkur. Hún er rosalega flott. Æ, takk. Hvernig lagið það? Herra, við fengum bara kartöflur hérna úr garðinum. Já. Og sem að Elvar er með hérna og bara sjóðum kartöflur og nú hendum við henni bara í hrærivilna. Já. Og það er sykur, smjör og salt. Já. Sem er þykkt eins og á að vera. Já. Og það er svona kögglar í henni. Já, það verður að vera smá svona kögglar. Ég tók eftir því sko. Já. Og þá er það merkjum það að þetta sé alveg Já, það er málið. Ferð og ekki verið að svindla neitt. Ó nei, það er ekki svindl í gangi. Síðan sitið þið semst kartöflumúsina og rófustöppuna á borðin, Já. lappirnar á sviðin Já. og Svo bara grómsar fólk að því sitt. Já. Svo verð. Svo bætum við á ef að það er á og bara, já. Svo tók ég eftir því líka að hún var að búa til svona tuskur bara, Jú. fólk getur bara þrifið sig og Setjum það bara í skála borði og Já. þá er bara þess valfólk hjá fólki að þurrka sér að vill. Fólk náttúrulega Heyrðu, borða og þið eru búin að vera með kótilettu kvöld. Já. Síumfiskvöld, ítalskvöld. Ítalskvöld. Og þið viljið bara hafa þetta einu sinni í mánuði? Helst, já. Helst. Það er alltaf uppselt hjá okkur, alltaf í kringum 100 manns og þetta er bara æði. Og hann sagði mér það einmitt að hann þurfti að vísa fólki frá. Já, sem er náttúrulega leiðilegt. Og þá spurði ég líka bara, heyrðu, á ekki bara að stækka kofan? Nei. Þetta á að vera svona flotta heimilsleg. Já. Lítið og kósí. Já. Við reynum að hafa þetta bara frekar oftar og bara þannig að fólk getur það bara komið aftur eða þeir sem komist ekki að. Og þetta er fólk allstaðar af. Þetta er úr Reykjavík og Héðan og þaðan og... Aðalega kannski Dalvík, Akureyri og svona í sveitinni hérna. Já. En ég veit í kvöldi er fólk frá Reykjavík til dæmis, þannig að, já. Heyrðu, þetta verður spennandi að sjá hvernig þetta fer fram. Það er gaman. Og þetta er svona halda í þjóðlega síða. Það er þið að gera. Nauðsynlegt. Þokkalega. Takk fyrir. Herri, Takk bara, sömuleiðis. og verða þér góð og skemmtun í kvöld. Takk. Heyrðu, ég fekk hérna 2 gesti sem voru hérna á sviða og lappavíslunni. Heyrðu, ég langar að fræðast, var þetta ekki bara alveg rosalega gaman? Alveg snild maður. Hvernig- Ég er vanur að borða svona úr sveitinni í gamla daga, þannig að þetta var bara kærkomið að fá þetta. Maður hefur ekki fengið þetta í ára tugi. Já, þú hefur ekki fengið svona sviðalappir í áratugi? Nei, það leikur við. Já. Og var þetta alveg samkvæmt hérna bráðinu eins og þú vildi? Já, alveg frábært. Og rófustappan? Rófustappa og... Kartöflusappan, þetta var alveg til Þetta var til fyrirmyndar. Já. Ekkert að þessu. Nei. Og það er sama hjá þér? Já, það er eins og Jósefur segir, þetta er nú ekki á borðum á hverjum degi hjá okkur. Nei. En maður þekkir þetta frá æskunni að þetta var á borðum í gamla daga. Og hvaðan er þú til dæmis ætlaður? Ég er nú að Eyjafirði. Já, hérna er það. Já. Og borðað þú til dæmis oft svið á ári? Ég borða svið mjög oft, já. Já, og þá helst bara svona soðin heitt? Já, soðin heitt svið og köld og sviðasultu mjög oft, sko. Já, allt árið? Já. Allt árið með grónagrautnum. En lappir sjaldnar og eiginlega aldrei orðið, sko. Já, þetta var svolítið svona... Já, þetta var alveg snillt. Snill. Heitar lappir, þetta er alveg snillt. Hvernig finnst ykkur þetta framtak hjá honum hérna, Elvari, að fá svona svið og lappur og halda í gamlar hefðir? Þetta er alveg meiri háttar hjá honum, sko, og mjög gaman að þessu. Við erum alltaf búin að standa lengi til að koma hingað, við ætluðum að koma í fisk, sko. Já. Ég er í allt sumar en svo er þetta nú frestast, þetta er nú kunningi okkur og vinnur, Elvar og... En þetta endaði svona, við fórum í sviðavislu og lappir, mjög gaman. Og svo er það líka, sko, svo segir hann líka að það komast ekki allir að, þú hefur bara verið heppinn að ná inn. Já, við vorum bara mjög heppnir, þetta er eins og við vorum búin að panta þetta fyrir löngu, svona orða þetta við hann, sko. Já, og þú bara rukkaður þetta og sást ekki eftir því. En þarftu að vera langt að, ertu frá Akureyri eða bara hvað? Já, ég bý nú inn við Hrafnagil, sko, en
Ég býð þannig í Hörgárdalum. Já. Við erum nú góðir kunningjar við Elvar og hún var að ríðandi á landsmót og hestakalla. gera á þar. Já. Bralla ímyndilegt saman. Og tókuðu þá hérna sviðasvultuna með í Nei, ekki það sko. hestaferðirnar? Nei, en hann kom með hér upp í rétt í Áskógi, bara steikt læri handa okkur þegar við vorum að leggja á stað á landsmótið hérna á Vindhæfummelum fyrir nokkrum árum og svo reið hann með okkur á Vindhæfummela. Rosa fínn túr. Það finnst ykkur þetta ekki magnað svona... Þetta er alveg frábært. Þetta Hauganes og Bakkalá bar og sita svona upp hérna maður og hvað þetta búið að ganga við hjá? Ég þekki nú allt hér frá gamalli tíð, þekkti alla hér á ströndinni þegar ég byrjaði að vinna hjá Sveini í Kolskinni. En núna er náttúrulega komið hér eitthvað að nýju fólki. En Sveinn er nú hérna með okkur núna við borðið. Okkar læri faðir. Okkar beggja. Þannig að þetta kemur ykkur ekki óvart. Nei, við eigum nú ítök hérna í Sveini sko og Elvari, þetta er vinnur okkar milli. Hvernig spáið þið Hauganesi og Bakkalá bar næstu 3-5 ári? Eða við þetta þá er þetta bara frábært. Haldið þið neitt eftir að stækka eða auka? Ég veit ekki, það er ekki alltaf betra að stækka þetta, sko. Það er alveg gott að hafa þetta bara svona. Verið ekki endilega að blása sig eitthvað út. Já, og nýta þetta betur og bara hafa þetta svona nett og skemmtilegt, sko. Eins og það er í kvöld. Og eins og hann sagði líka, það er bara alveg ótrúlega mikið. Þetta er núna í seinnipartinn í október og það er bara fullt á hópum að koma. Og hann byrjaði bara í vor, þannig að þetta lofar góðu. Elvar og hans fjölskylda eru til alls vís, sko. Þetta var bara eftir að vaksa og þéttast, sko. Og þið ætlið að panta hérna í næstu svona uppákomur. Já, við höfum eftir að koma hérna aftur. Síinn fisk Þetta er fiskurinn sem að... Kótilegt og hann að skatan og hann voru að Við ætluðum að koma inn í kótilettu kvöld, en þá var orðið uppsett þegar ég pantaði það. Já, en nú varstu bara að séður. Já. En auðvitað er maður að sverma fyrir að komast í fisk hérna, sko. Það getur náttúrulega ekta fisk og einu sinni í viku, saltfisk, Já, er það, já? Já, ómissandi. Hver er heimilið? Það er sáminni. Nafnið þitt var? Hreiðar. Og ég heiti Jósefinn. Og þið eru svona... Ég er á Hörgárdalum og hann úr Eyjafirði. Og þið eru svona hestavinnir hans og... Já, ég. Takk fyrir komuna. Takk fyrir. Heyrðu, já, ég náði hérna sessunautur mínum hérna. Ég borðaði með mömmu og hérna... Þið komið alla leið úr Reykjavík, og nafnið þitt er? Ómar heitir ég. Björg. Þið komið alla leið úr Reykjavík? Já. Alla leið frá 400 km tæpa. Já. Og það er jafn langt í báðar aftur, þannig að þetta er bara stutt að fara í raun, sko. Og hvernig var svo maturinn og þessi uppákoma? Frábært, virkilega bara frábært. Ertu vanur sviðum og sviðalöppum? Já, ég vanur því hérna, eða var vanur því, en hef ekki smakkað, ekki borðað sviðalappið síðan ég var hérna á Hauganesi bara barn, má segja, hjá af og ömmu. 50, 60, 70 árum síðan? Rúmlega 50 árum síðan. Já, þetta er eiginlega sama með mig. Ég borðaði þetta bara sem barn. Mér varst þetta bara virkilega gott og gaman að sjá þetta og upplifilsi að koma hingað. Hvernig var það? Við náttúrulega komum mjög oft hingað. Þannig að það er ekkert nýtt fyrir okkur en að koma hingað til Elvars í þennan Bakkalá bar, matsölustað, er frábært. Það er bara frábært, það er alveg frábært að koma hérna. Og hvernig finnst ykkur, núna er þetta bara búið að vera opið síðan í maí. Hvernig finnst ykkur svona viðtökurnar og staðurinn og hvernig hann hefur höndlað úr þessu og bara næstu 3 ára, hvernig þetta fæði svona góðar viðtökur strax? Ég held þetta er bara eftir að stækka. Þetta er alveg stórkostlegt hvað hann er að gera hérna. Þetta er bara, hann er búinn að vera með svona kvöld áður og þau eru alltaf að stækka. Þetta er að ná meiri útbreiðslu, þannig að þetta er bara stórkostlegt. Hann þurfti nú að vísa frá, þannig að þetta spyrst vel út. Já, þetta er hérna... Kannski ekki gott að vera að stækka þetta mikið meira því að þetta er svona viss sjarmerandi að hafa þetta svona. Þetta er svona lítill skemmtilegu staður, svona sveitakrá svolítil og
og var löngu komin tími á þetta. Hann búinn að vera með þetta í magan og dálítið lengi en var og að þróa þetta og þetta áttur að verða bara betra og betra og betra. Og svo fannst mér þetta líka svo skemmtilega, svona heimilislega afgreitt. Þetta var afgreitt allt á borðin og alveg hörku lið. Þetta er nú allt saman dætur og konur og frænd og frændur og gekk bara mjög vel og allir fengu nóga mat. Menn borðuðu 4, 5, 6, 7 lappir. Endalaust dælt á borðin. Og heilan haus með og eins og sjáum við þarna, sérstaklega skekkja að það voru þarna hellingur eftir á kantum. Það sem mér fannst líka svo skemmtilegt að gera var að spyrða saman sviðalappir og hagyrðingur. Það fannst mér alveg stórkostlegt. Það er svo gaman og bara maður nýtur þess svo vel. Þetta var ekta íslenskt. Ekta íslenskt. Og halda í gamlar og góðar höfðir. Algjörlega. Og þessir 400 kílómetrar fram og tilbaka, þeim er vel varið. Þeim er sko sannarlega vel varið. Við myndum að gera þetta aftur. Og eigum eftir að gera þetta aftur. Já, og við förum heim í fyrramálið alveg eldhress. Og þeir ættir að segja öllum frá þessu. Öllum frá þessu. Við erum búin að gera það mörg ár, segja frá ekta fiski og þetta. Og líka svona uppákomu. Þannig við hvetjum Elvar. Við hvetjum Elvar áfram. Áfram með þessu góða verk. Já, ekki spurning. Ekki spurning. Áfram Elvar. Stórkostlegt. Áfram Elvar. Takk kærlega Magnús. Það var gaman að fá þér.